Þetta lítur bara ekkert eðlilega vel út. Sunshine. Ok, málið er sem sagt. Staðan. Helgina er sem sagt skíða- og bústaðaferð hjá fjölskyldunni minni fyrir norðan. Löngu plönuð. Löngu plönuð og Djöfull veljum við helgarnar maður. Og bóka bústað í Hálöndunum og bara geggjuð helgi framundan. Svaka pepp. Er ekki hollt að vera lokuð í allan dag Vegna veðurs. og klikkað veður á landinu. En menn degi ekki ráðalausir. Ó nei. Nei. Við erum lögð á stað og planið er að tékka, ég er rosa sjúsk í útliti eitthvað. Já, þetta er alltaf fallegt. Planið er sem sagt að annaðhvort fara Bröttubrekku og keyra Laxárdalsvirkjun. Nei, Laxárdalsheiði. Þannig að við förum ekki í virkjunum. Eða ef það er eitthvað ömurlegt þá ætlum við að gista í Hraunsnefi og keyra í fyrramálið til að vera á skíðum í svona 4 tíma. Já. Þannig já, við erum bara driving og við veitum ekki. Well, this trip was cut short. Við erum bara mætt hérna í Hraunsnef. Bara í kósí. Að gista. Klukkan 5 Já. á föstudag. Við erum ekki að fara lengra. Nei. En það er bara... Það er ekki hægt að sýna okkur bæði. Bara að gera það best úr því. Já, við vorum að tala við Vegagerðina og það verður hvoru heiðin opnuð fyrir en mögulega 8 í fyrramáli. En þú veist, þá verður það bara skoðað, þannig að við vitum ekki einu sinni. Við bara gerum eitthvað. Ég ætla ekki að ljúga að það er smá max pirrandi að hafa pantað sér hótelherbyggi og vera svo á leiðin í kvöldmat klukkan 6 og það er bara fínt veður. Hér. Við vitum að það er bara hér, en þú veist, þetta er svona svo pirrandi. Það er ekki eins og við dimmt yfir Holtavörðuheiði, sko. Það er bara kósí. Já, við erum Kósí í sveitinni. Hraunsnef bústaðar. Við erum allavega að fara að fá okkur að borða. Já. Þetta er næs. Mér líður smá eins og ég sé 7 ára meðan eftirrétt, þetta er geðveikt. Amen. En já, kannski ekki svo aðalréttur. Hér er eftirrétturinn. Já. Við erum hérna inn í miðju afmæli. Geðveikt, það má vera með. Eplakaka. Teistast. Og ís. Þetta er líka gott, eða? Næs. Geðveikt, svo bara United leikur og chill. Þetta er bara geðveikt. Líður að leika með okkur frekar. Sveitastemmingi. Takeaway. Við héldum bara að það væri komið gegn gott veður, en það er ekki staðan. Nei. Ó nei. Gleymd bæði tannbursta. Góðan daginn frá Hraunsnefi. Við erum bara, klukkan er 4 mínútur í 8. Við erum bara getting ready. Rise and shine. Heldur betur. Það er snjókoma. Think about too many things. En hún er ekki, það er ekki vindur okkur núna. Yeah. Við erum bara að fara í morgumat og svo bara hitting the road. Up and away. Við veitum ekki einu svona hvort að Holtavörðuheiði opnar klukkan 8. Við sjáum hvað kemur inn á Vegagerðina klukkan 8, annars hringi ég og fæ smá inside scoop. Þannig að annarkvort erum við að fara að taka ekstra kríu eða leggja af stað. Já, þetta er bara, þetta er svo gefandi, svo gaman. Svo gefandi, svo gaman. Stulli er búin að vera að hamast hérna við að reyna að læsa, svo bara, hvað er í gangi? Hún er bíllyklan okkar. Þetta er alveg slykill. Þetta var gott gett einfalt, já. Mjög kalt. En það er smá fallegt hérna svona. Það er smá fallegt hérna svona. Já. Þetta er allt í lagi. Þarna er þjóðvegurinn.
Stulli að hamstra eitthvað ost. Stránkæðilegt. Það er verið að moka Holtavörðheiði og hún á að opna klukkan 9. Þannig að við erum bara Gera fyrir klárt. aftur on the road. En On the road almost again. það á ekki að skoða Öxnadalsheiði einu sinni fyrir klukkan 2. Ég opnaði hurðina í smá stund, sko. En við erum allavega underway og nýja platan af Stormóðs er í gangi. Við erum bara að reyna. uppi, sko. Við sjáum ekki alltaf alveg hvar vegurinn er. Við erum á milli tveggja trukka með svona hasarljós í gangi þannig að við veitum ekki alveg hvað er að frétta. Við sjáum ekki fram í Við sjáum aftur. ekki Við erum neitt, bara í sko, við samloku. bara bíðum hér. Það er búið að opna. Vúhú! Þetta verður eitthvað. Það er svona surreal tilfinning að vera komin í staðaskóla. Sjúklega næs. Það gekk bara gett vel. Stulli er alveg rosalega bílstjóri og reyndar, vá. Við hefum getað stungið lögguna á þarna. Þetta gekk bara sjúklega vel. Það er sko blíða hér. Hvað er í gangi? Við ætlum bara að fá okkur eitthvað að drekka og svo bara æðum við af stað. Ok, staðan er svo að við erum í Varmalíð og Öxnadalsheiði á að opna klukkutíma fyrr en planið var. Þannig að hún á að opna núna klukkan 1. Hún er bara hálf núna þannig að við erum svona pínu að sjá, þú veist, þegar trukkarnir fara af stað þá förum við af stað. Stulli kom með kaffi. Kjafinn. Þannig já, við bara förum að keyra af stað, ekki bara? Jú, Það er einn bíl farinn. það sá það. Ég er til að vera á milli þeirra. Ok, Það er allir að koma sér startúruna. ein heiði eftir og þá er þetta búið. Jæja, við erum komin í, vá hvað ég er með þreytur þarna. Já, ég heyrði. Við erum komin í röðina upp á Öxnadalsheiði. Þetta er ágætis röð, sko. Stulli var að segja að þetta er smá stemmingar allir svona saman. En þú veist, þetta lítur ekkert eitthvað vel út. Við höldum ótröð áfram. Yeah, buddy boy. Það voru túristar í Varmahlíð sem voru að spyrja hvort það væri einhver önnur leið til að komast. Ég veit ekki hvort þau voru að fara til Akureyrar eða eitthvað. Og konan í afkastinu eitthvað, þú veist, já, það er hægt að fara leið, þú veist, þarna hjá Siglufirði og þar. Sem að svona, ég held að flestir Íslendingar viti er ekki þægilegasta leið í heimi til að keyra. Siglufirði að vera Ólafsfjarðarmúli. Þau voru á svona mini-rútu. Ekki einu sinni rútu. Hvað maður að kalla þetta? Það var bara svo sendifærabíl. Já, svo sprinter, stór taxi. Sprinter, já. Með fullt af gömlu fólki. En já, það var einmitt klukkutími í Öxnadalsheiði myndi opna en maður bara svona, nei, bíðið. Og þau biðu. Og þau eru held ég bíl nummer 2 á eftir okkur. Já. Þetta er bara stemming. Já. Við verðum komin til Akureyrar klárlega eftir 2 klukkutíma. Spurningin er hvort við náum að fara á skíði. Kannski tökum við 2 tíma í fjallinu. Það er Ef það eitthvað. opnar. Það á að opna klukkan 1. Búið að staðfesta, ok. Já, þannig að við kannski náum 2 klukkutímum. Stemming. Það er eitthvað. And we made it. Það er bara bongo blíða hérna á Akureyri, ha? sunnudagslúkkið í allri sinni dýrð. Ég bara búin að vera eitthvað að þvo og edita, þrífa, klassist sunnudagsdús.
Já, ég vildi bara taka smá svona loka klippu af því að við náttúrulega tókum ekkert mikið upp á Akureyri. Við náðum bara rétt svo sólarhring, tæpum er að segja. Og vorum í fjallinu í 2 tíma. Þannig að þetta var ekki langur tími, en alltaf gott að koma norður. Og það er sem betur fyrir stutt í næstu ferð, þannig að maður er ekkert að svekkja sig of mikið. Við förum norður bara aftur núna á miðvikudaginn í páskafrí. En já, ég vildi bara aðeins loka þessu vlogi og næsti sunnudagur er bara allir að njóta með fjölskyldan sínum páskana. Og ætli ég posti sér ekki bara páskavlogi eftir það? Ég held það. Þannig að ég segi bara takk fyrir að horfa og ekki gleyma að like og subscribe og sjáumst einhvern tímann eftir páska.